Góðan daginn, ágæta fólk. Leyfum þess að vera svona. Fyrst ég var ekki búin að þessu áður en ég byrjaði, þá bara leyfum þess að vera svona. En við erum með ákveðið verkefni sem við viljum sinna og Guðsverkefni sem að við höfum Guð með okkur í, kannski ekki þig, en við höfum Guð með okkur í þessu og það er alveg nóg. Hann er meir en þú og hann er meir en ég og hann er meir en við öll og við hlýðum honum. Enda með þá hreinu að fram að byrja að hlýða Guði en mönnum, þegar ég. Þannig við sjáum með þessu orð í huga að við erum ekki öll réttu megin í þessu. En það er aukaatriði, það verður auðvitað hver og einn að hafa þetta bara eins og hann vill sjálfur. En rétt skal vera rétt. Og Drottinn og hann er að nota fólk til þess að koma sínum skilaboðum áfram. Þannig hefur verkslagið hjá lifandi Guði alla tíð verið. Það er því ekkert annað en skömm þegar við erum að greina menn í sundur sem að Drottinn hefur sett fram. Af hverju er það? Af hverju gera menn ekki alltaf það sem er rétt? Getur einhver svarað þessu? Ekki ég allavega, og ég reyni það ekki, en ég veit bara hvernig þetta er. En það er aukaatriði. Aðalatriðið er að orð Guðs heyrist og það mun heyrast, veistu af hverju? Af því að Drottinn sjálfur sér að það heyrist. Það er ekki vegna minna atbeina né heldur þinna að orð Guðs heyrist. Það er vegna beinna atbeina Guðs sjálfs sem það ómar enn og hljómar. Bentu mér á eitthvað í gegnum alla söguna, Biblíusöguna, sem hefur orðið fyrir meira og oftar fyrir aðkasti heldur en þetta yndislega Guðs orð. Hefur eitthvað breyst? Það hefur ekkert breyst. Og ef að Drottinn sjálfur nyti ekki við, væri hér ekkert Guðs orð. Það liggur alveg fyrir. En við erum þakklátar manneskju fyrir það að Drottinn vakir sjálfur yfir sínu orði og vegna þess að sú er staðan er ljóst að orðið heyrist áfram. Það er eina ástæðan fyrir því að svo er. Og hann talaði niður ákveðnar aðferðir sem hann ætlaði að nota við þetta. Og þessar aðferðir sem hann notar hefur hann alltaf notað. Við sjáum þessar aðferðir hans í gegnum Gamla testamentið, þar sem upprisu spámenn sem fluttu skilaboð frá Guði og við erum að flytja skilaboð frá honum sem reis upp frá dauðum og gefur öllum heimild með sér að sama fyrir sig, hver sem fær þennan rétt til þess að rísa upp frá dauðum. Já, rétt. Guð gefur þennan rétt. Og hann notar sína menn, takt eftir því, sem hann hefur tekið frá og við veitum að þetta fólk er heilagsanda fyllt fólk sem elskar orð Guðs og það er að tala það sem að Drottinn vill. Aðskilnaður segjum við og kennum við. Hvar er hann, þessi aðskilnaður? Hvernig viltu hafa aðskilnaðin? Viltu að þessi maður og þessi einstaklingu fari frá?
að hann eigi ekki að vera þar sem hann er innan vébanda kirkjunar, eða hvernig viltu hafa þetta? Eða ætlarðu að treysta Guði fyrir því að það sem sé hans vilji? Hvað er aðskilnaður í okkar huga? Höfum við einhvern tímann leitt hugan á því? Ég held að sumum vefjist tunga tönn sem að reyndu að útskýra slíkt fyrir sér sjálfum. Sumt liggur nefnilega ekki alveg á tæru og reynir fyrir hjá okkur þessum ágætu kristnum mönnum. Ef við viljum aðskilnað. Reynum ekki að útskýra fyrir okkur sjálfum hvað átt er við með orðinu aðskilnaður. Það er ekki verið að benda á einstaklinga í hópnum. Það er verið að benda á mig, Konráð, aðskildu þér frá draslinu í þínu lífi. Og ég skal hreinsa þetta burt frá þér og svo skulum við ræða saman. Ég og Guð. Kannski var ég upptekinn við að benda á þennan og henni í kringum mig. Leifum bara Guði að eiga við það. Kannski viljum við fá ykkur að menn inn aftur sem að þar hafa ekkert að gera. Af hverju? Því þeir eru búnir á vissan hátt að segja skilið við það sem var í þeirra lífi áður en að, já, og meðan þeir svona upp undir það hétu kristnir menn. Þeir var skilið við það. En við erum að reyna jafnvel að tosa inn aftur. Fyrir hvern? Við teljum að með því móti muni eitthvað lagar. Hvað? Eitthvað vandi sem við sjáum. En hver er alveg þessi vandi? Þarna vefst okkur aftur tunga tönn. Við vitum það ekki. En Drottinn segir, hann liggur hjá þér sjálfum og sjálfri. Vandinn. Eitthvað hugafóstur svo út með sem ég sé ekki, segir Drottinn. Og hvað ætlum við að gera í því? Við getum alveg, ef við viljum, haldið áfram að berja hausnum við steinin. En Drottinn segir, hættu því og snúðu þér til mín. Og við skulum gera samkomulag, við skulum endurvekja samkomulagi sem Jesús gerði við heiminn. Menn heimsins tók það út úr og gerði við á sitt samkomulag. Tölum á þeim nótum, segir Drottinn. Og þá erum við komnir á annan stað, við erum komnir með alla fingur á okkur sjálf, eins og alltaf áður. Og við sjáum, það er ekki aðskilnaður að handvelja menn burt með þá. Við gefum Drottni það leyfi, mögulega, hugsanlega hverfur ykkur úr hópnum og þá skal það svo vera. Ef við hins vegar erum að reyna að stuðla að því, er það ekkert af neinu nema illsku. Og hver vill láta kenna sig við illsku? Fæstir á okkur. Enginn á okkur. Þannig að það sem verið er að segja, við þurfum að gera þetta rétt. Við vitum hvernig við gerum þessi mál rétt. Við skiljum orðið rétt. Og fyrsta skilyrði til að skilja orðið rétt er að lesa sér til gagns. Við erum fyllt heilagum anda. Heilagur andi útskýrir orðið. Lesum í anda okkar orð Guðs.
og þá fáum við rétta mynd á það sem við erum að lesa. Viljum við það? Ég veit ekkert hvað við viljum, en þetta er það sem Drottinn vill að við gerum. Ég veit ekkert hvað við viljum, að því ég skil ekki alltaf alla menn. Ég held að sama gild þig. Nei, vinir, það þarf að vera aðskilnað, ég er alveg sammála því, en við verðum að vita og við verðum að skilja hvað átt sé við með þessum aðskilnaði. Ég lít ekki svo á að söfnuður til að mynda þurfa að hreinsa til í kringu sig. Hver á að handvelja þetta fólk? Ég, þú, hver? Drottinn segir, ég hef frelsað fólk úr heiminum. Og sumt fólk er, með okkur í söfnuði. Hver dirfist að benda á þennan og hinn og segja að þessi á ekki að vera hérna eða þessi á? Hver dirfist það? Nei, ég er sammála því að það þurfi að vera aðskilnaður. Aðskilnaður frá mínu eigin drasli í mínu eigin lífi. En það ekki? Það er verið að tala það. Ég, segðu þetta með mér, ég þarf að taka til í mínu eigin ranni, í mínu eigin húsi. Fyrsta skrefi sem ég geri, ég tek bjálkan úr mínu eigin auga. Og hvað gerist? Ég sé glöggt til að taka flísina úr þínu auga. Fyrst geri ég verkin mín megin. Og bara það að taka bjálkan úr auganu sínu sem hefur gert mig blinda því að bjálki er stórt stykki, hann blindaði mig. Bjálki fari og ég sé vel. Drasli fari og ég skil hvað áttir við vegna þess að hreinsunin sýndi mér veginn og einfaldleika vegsins. Kannski var ég alltaf með rörsýnan á ykkur fólki í salnum. Það er ekki verið að tala það. Mundu, Jesús dó fyrir alla menn. Líka hann og hana sem þeir eru svona í nöfið og verður hrollíðið þegar þú sérðu viðkomandi. Þú vildir að hann væri ekki þarna eða hún. Drast í þínu eigin lífi. Og það þarf að fara. Og það er nú bara þannig að við erum öll, tel ég, að drattast með eitthvað svona drasl með okkur sem er að hindra okkur í að sjá fyrst og fremst það sem Drottinn vill og er að gera. Við erum ekkert að tala um neitt nýjan vanda með þessum orðum, því að þetta hefur alltaf fylgt trúargöngum manna og kvenna. Já, við endurtökum aftur, það hefur nefnilega ekkert breyst. Maður er saman við sig. Hugsun manns er söm við sig. Við erum undir afli, breytandi afli til góðs. Leyfum því að vinna. Og hvað segir ekki Kristur? Elskið hverja aðra. Á hvernig er hann að benda? Allan hópinn. En við elskum bara suma úr þessum hópi, en Drottinn segir elskið alla menn. Alla menn, háa
sem lága. Með öðrum orðum, enga goggunar að þér. En það er vandinn, þessi goggunaröð. Og mötunin sem að sum hver af okkur erum haldin og erum að fá. Veistu hvað ég heyrði? Veistu hvað ég heyrði? Ekki segja mér það að þú sett laus við þetta öllu leyti. Já, aðskilnaður þarf að verða. Og fyrstur manna skal ég taka undir það. En stundu væri ágætt að menn útskýrðu aðeins betur hvað þeir eiga við þegar þeir tala aðskilnað. Og hvað þeir eiga við. Það er verið að tala draslið í okkar eigin lífi. Í lífi þessa einstaklings. Og hvernig líst okkur á það? Ég kannski eftir með að reyna þessi einstaklingu þurfi nú að fara að taka til hjá sér. Og ég þakka þér fyrir ábendinguna. En hvað með þig sjálfan og sjálfa? Þetta er allt í gúddin. Allt á besta stað. Til hamingju með það. En ég held að Drottinn sé ekki sammála þér. Hann elskar þig. Hann frelsaði þig, hann lofar því að þú komist til hans, menn hann er að horfa á alls konar þanga hjá þér, hver sem þú ert, sem honum líkar ekki kannski neitt rosalega vel við. En það breytir ekki ást hans til þín, hún verður áfram svo sama. En hann ekki að tala þetta þegar hann biður aðskilnað. Burt með þetta drasl úr þínu eigin lífi. Þetta hindrandi og bindandi drasl sem hefur alltaf verið veggur á milli þín og Guðs. Er það ekki þannig? Ég er manneskjan sem þarf að taka háttaskipti í hugafarsins og með þessum hætti talar Biblían og það veistu jafnvel og ég. Hvað er þá svona erfitt að skilja? Kannski ekki svo mikið ef út í það er farið, en hvað kemur þó í veg fyrir að þetta sé með þessum hætti hjá okkur, bæði mér og þér? Veikleiki mannsins. Enn og aftur sjáum við veikleika mannsins svo mikið að við eiginlega botnum ekkert í honum þegar upp er staðið. En þá líka kemur til kasta Drottins. Því hann segir, ég veit af honum. Og ég er að vinna með hann meira og minna í lífi allara manna og kvenna hér og nú. Þess vegna segi ég, það þarf að vera aðskilnaður. Burt með draslið í mínu eigin lífi. Allt þetta hindrandi drasl sem hefur ekkert gert neitt nema það að tefja trúargöngu mína. Og þú segir þetta með þér. Veikleiki. Engin áfellisdómur fyrir einn. En veikleiki. Manneskja er haldin þessum veikleika. Og veikleikin í okkur setur í raun á okkur bjálka. Og með bjálkan fyrir augun á okkur bendum við á flísina hjá þessum og hinum. En Drottinn bannar okkur ekki þetta, en hann segir, farðu fyrst og gerðu það sem er rétt. Griftu bjálkan
og fleygð honum. Og þá sérðu glöggt flísina í auga náungans og getur fjarlægt hana. Men ég held að þeir eru verið búin að taka bjálkan hendunum, að þá sé líka löngunni farin til þess að vera að eiga eitthvað við náungan að þessu leyti. Þegar við sjáum bjálkan sem við hendum, hann var 100.000 sinnum stærri heldur en litla flísin sem við vorum með augastað á í fari hins. Þetta er draslið. Þetta er aðskilnaður sem þarf að verða. Ég sjálfur. Og það sem amar að hjá mér, sem er að hindra mig í göngunni með Jesú. Lögum þetta. Hver ég sér. Hættum að draga upp einhverja heildarmynd. Lögum þetta hver ég sér. Því að það er verið að tala um það þegar talað er um aðskilnað í kirkju Krists. Við höfum myndirnar. Við höfum kennsluna. Við höfum bjálkan. Og flísina. Bjálkin er stærri. Talsvert stærri. En við sáum flísina vegna þess að hún tilheyrir annarri mannesku. En bjálkin segir við mig, það er allt í fína lagi hjá þér, væni minn. En við sjáum samt að það er talsvert meira tjón að hafa bjálka í sínu auga heldur en litla flís sem er nógu slæmt. Á hvað erum við að horfa? Og hvað erum við að sjá? Nei, vinni mínir, sumt er búið. Sumt sem var er búið. Sumt sem var verður ekki endurvakið. Það góða sem þá var gert fylgir starfinu og vegferðinni eins og öll önnur góðu verk gera. Það er allt í lagi með það. En það sem við erum að gera í dag skiptir öllu máli. Aðskilnaður. Horfum á núið, hér og nú. Sjáum framtíðina eins og við getum hér og nú. Og hver er hún? Við lyftum höndum til Drottins og segjum, þú veist það. Er það ekki rétt? Veikleiki minn sér bara, og takmarkanir mínar sér bara það sem er í kringum mig hér og nú. Ekkert meira og heldur ekkert minna. Hvað er framundan? Ég hef ekki hugmynd um það. Í gær var ég að taka bensín á fallega bílinn minn og þá komst ég að því að bensíntankurinn lekur. Og ég fór að hugsa málið, ég held að það sé búin að leka í einhvern tíma. Kannski var ég svo upptekinn af bjálkunum í augunum og einhverjum, að ég horfði ekki á það sem að mér sneri sjálfum og það fekk að drabbast. Enginn er fullkominn. En við tilheyrum honum sem er fullkominn. Og hann segir, vertu í mér, þá verð ég í þér. Vertu í mér, þá verð ég í þér. Og að því að Drottinn er í mér, þá getur það bent mér á Konráð. Byrjaðu nú á því að taka bjálkan úr þínu auga, hendunum, farðu svo með litlu fallegu flístatöngina þína og keyptu flísinu úr auga náungans.
en ég hendi ekki bjálkanum úr mínu auga fyrr en ég sá hann. Ég sá nefnilega alltaf flísina í augunum á þessu kærlausa þarna. Þessum algjörlega blinda manni sem er búin að vera með flísina í augunum sínu lengi og ég hef alltaf séð hana. En ég var í raun einaður með bjálkan í hinu augunum. Hann var með flísu í vinstra auga en ég var með bjálka sem hindraði alla sjón á hægra auga. Ég tók aldrei eftir því. Orðið segir að mönnum þykir allir sínir vegir fagrir. Þarna má kannski sjá smávegis háð því að ég með bjálkan minn sá hann aldrei. Veikleiki, aðskilnaður, burt með draslið úr okkar eigin lífi og förum að tala sannleika til okkar. Viljum við það? Ég veit ekkert hvað við viljum. En ég vil að það sem að ég segi, þú getur fundið það í orði Guðs. Það vil ég. Og ég þakka Guði fyrir það að hann hefur getað notað þennan einstakling til þess arna. Ég bið ekki neitt annað. Ég ekki að biðja vinsældir. Ég ekki að biðja neitt nema það að fá að þjóna Guði eins og hann vill að ég þjóni. Vilji Guðs skal koma fyrst. Og hann segir, burt með draslið. Aðskilnaður. Það er það sem við þurfum, burt með draslið. Burt með bjálkan fyrir augunum. Því það eykur sjónina og við sjáum glöggt. Drottinn segir til að taka flísina úr auga náungar. En ég held, eins og vorum að tala um áðan, að sá sem uppgöta bjálkan eftir alla þennan tíma hafi ekki mikilvæga löngu til þess að draga eina litla flís úr auga einhver annar manneskju. Svona erum við. Við erum veikleika vafið fólk. Látum gremjuna allt of oft eiga okkur. Vera afstaða mín til ýmstra mála, líka tengt kirkjunni. Hvernig lögum við þetta? Ég hef enga leið til þess. En ég veit að ég þekki mátt orðs Guðs að það eitt gæti og getur gert það sem mér er ómögulegt að gera. Já, líka í mínu eigin lífi. Veikleiki mannsins er mjög mikill. Og það er gott að uppgöta sinn veikleika vegna þess að hann hefur burði til þess að setja mann á þann stað að maður horfi til orðs Guðs. Og flísin í auga manneskju. Já, verður ekki lengur mitt vandamál. En var það tíma allt mitt vandamál? Er það ekki þannig? Er ekki það sem við erum að tala um? En ég var blindur á öðru augana. Því þar var bjálki. En Drottinn sagði fjarlægðu bjálkan og þá myndi sjá glöggt. Það er að fjarlægja og aðskilja sig frá einhverju öðru. Og það er þetta sem við erum að tala um.
Þetta er hrópið frá hæðum í dag. Ætluðu að fara þessa leið? Mér var það ekkert hvað aðrir gera. Jú, ég ætla að gera það. Sé einhvað sem eru fyrirstaðar nú allt og margar, skal einhvað að þeim allavega fara. En ekki til að þóknast þér, svo það sé alveg á hreinu, að ég vil gera vilja lifandi Guðs. Þú þarft ekki að þóknast mér með einu eða neinu, en gerðu vilja lifandi Guðs. Og það skulum við bæði og báðir gera. Hvernig líst okkur á þetta? Líklega vel. Því að svo mikið þekki ég trúa fólk að það vill frekar gera það sem er rétt í augum Guðs. En ég veit hins vegar að mönnum gengur það misvel. Það er hluti af því að vera þessi trúaða manneskja. En hún veit margt. Hún veit að margt ætti að vera í öðru lagi. Flestir benda á hina. En Drottinn segir, hvað með þig? Hann segir líka, manninu finnst allir sínir vegir vera fagrir. Bjálk í augunum. Ég er einhöfður og ég sé það ekki. En ég sá flísina í auga þessa manns og þessara konu. Hræsni. Sem fær næringu úr veikleika fólks. Hræsni. Hræsni getur Drottinn unnið á. Hræsni er eitt af þessu drasli sem býr til þennan aðskilnað. Sjáu ekki að Drottinn er að byggja upp einstakling til að hann verði voldugri kristin manneskja. Þetta snýst allt einstakling. Og að hver og einn af okkur taki sér taki, það snýst það. Og verði það sem Drottinn vill að hann sé í sínu lífi, ekki í mínu lífi. Drottinn segir við mig, elskaðu annað fólk. Það eru kröfurnar sem hann gerir til mín. Elskaðu annað fólk. Nei, vinir, svo við séum með það alveg á hreinu að sumt sem var, það er búið. Og sumt sem var, kemur aldrei aftur. Aldrei aftur. Kannski vildu við einhverju endurvekja einhvað af því sem var, en það verður aldrei af því. Af hverju? Af því að sumt er búið. Og ég hef vitnað það og get alveg vitnað inn í það aftur að ég hætti til sjós 1986 og var svona alltaf annars slagið að huglega að fara á sjóin aftur. Þegar ég var á sjó þá fór ég stundum í land einstaka sinnum, en ég vissi alltaf á þessum tíma að ég myndi aftur fara á sjó og það skeiði alltaf. Að því að sjómennsku tími minn var ekki lokið, en honum lauk. Og ég fór í land. Og ég gekk niður landganginn. Og ég vissi að ég myndi aldrei aftur fara á sjó. En svo kom veikleiki minn fram. Og ég fór að hugsa á góðum fallegum degi, ég að labba niður á höfnið eitthvað alveg í skjanna birtu og logni. Mikið væri gaman að fara aðeins á sjó aftur. En svo leið það bara hjá og ég fór ekki á sjó.
fyrir 1999 sumarið skreppi ég tvo eða þrjá túra á fraktskip. Þá ég komin á þann stað að ég ætlaði bara að byrja til sjós aftur, fara aftur á sjó. Ég var ekki 68 ára þá eins og ég í dag. Ég var aðeins yngri og alveg gjaldgengur á þessum skipum. Allir 68 ára maður í dag sé nú mikið gjaldgengur á þessum skipum, en ég held ekki reyndan. Það skiptir engum máli. Nema ég fór einn túr og ég get nú alveg viðurkennt það, ég hefði gaman að því. Svo fór ég annan túr. Svo held ég í þriðja túrnum, þá fór svona að renna á mig yfir mig annar ljós og ég sagði, Konráð, hvað ertu að gera? Þá sá ég að bara þetta var ekki það sem ég vildi. Sem sagt, góðir tímar, ok, þeir voru bara að baki. Ég segi í dag, þetta verður aldrei aftur endurvakið. Kannski eigum við alveg svakalega flott tímabil í kirkjunni. Og langar svo til þess að fá þetta aftur. En ég segi, það kemur aldrei aftur. Og það eins gott fyrir menn og konur að fara að átta sig á því að þetta kemur aldrei aftur sem var. Alveg eins og skeiði hjá mér þegar ég var alltaf að gæla við þennan draum að vera til sjós, þegar mér líkaði mjög vel oft á sjó. En þá tími leið. Uppreist nýr veruleiki fyrir mig. Og sá tími leið. Og uppreist enn einn nýr veruleiki fyrir mig. Og sá tími leið. Og ég steg inn í kirkjuna. Og það var í kringum 2000. Eftir að ég hætti til sjós í annað skiptið og vissi að þetta var búið, þá steg ég inn í kirkjuna. Það var svona í enda ár, svona í lok, ég man ekki alveg hvað það allavega í kringum 2000. Og þú veist að það 2022 í dag og þessi einstaklingur enn innan vébanda kirkjuna. Og ekki að fara neitt. Af því að því tímabili ekki enn lokið. En ef þið líkur og ég finn eins og í hinskeytina að því lokið, þá lofa ég þér því að ég stíg út. Svona hefur Drottinn verið við mig. Þess vegna segi ég það og fullyrði hverjum sem að það sem var, það kemur aldrei aftur. Við getum reynt að endurvekja það, en það kemur aldrei aftur og veistu af hverju? Því lokið. Verkið búið. Drottinn notar þær aðferðir sem hann vill í dag, með því fólki sem hann vill í dag, og þú ert með og ég með ennþá. Takk Jesú fyrir það. En heiðurinn og dýrðin hans, eins og alltaf hefur verið. Það þarf að vera aðskilnaður frá þessu drasli sem heitir fortíðarhyggja. Fortíðarhyggja. Við viljum toga það til okkar aftur. Til hvers? Það sem búið. Það sem var. Við getum átt góðar minningar það sem var og það allt í lagi, það engin að banna neinum að eiga þær. En að þetta komi aftur eins og það var og starfsemin aftur eins og það verður aldrei. Gleymdu því.
Ég hef nýtt þeirri stafni, segir Drottinn. Er þetta ekki orð Guðs? Af hverju segir hann þetta? Vegna þess sem við erum að tala um. Hann segir aðskilnað. Burt með draslið. Þessu er lokið, þessum kafla er lokið. Ég hef nýtt fyrir stafni. Hann er eiga við fólk. Og ég þakka Guði fyrir það að hann veit hvernig við erum. Hann veit þráhyggjuna eftir sumu og hversu mjög við erum fús til þess að berjast jafnvel fyrir því. En árangur ekki sem erfiði. Og hvað meira? Gleymum þessu. Horfundi Guðs, því hann hefur talað, ég hef nýtt fyrir stafni. Sættast, segja menn. Það er nú eitt frasinn. Það þarf þá að vera einhverja deilu til að þurfa að sættast fyrst, eða ekki? Ég hef ekki orðið varað við neina deilur. Ekki nokkra deilur. Og alla á milli okkar ágætu vinana í kirkjunni. Nema bara svona það sem er mannlegt í far okkar. Deilur, ég þekki þær ekki. Frasi. Rangur kannski fréttaflutningur. Sögusagnir. Reiðum. Tapsárum. Heiftúðugum. Er hann ekki þarna einhvers staðar líka? Við þurfum að aðskilja þetta drasl frá okkur. Og segjum, farið hefur fé betra. Og við segjum, Drottinn hefst nýtt að. Ég hef nýtt fyrir stafni. Og við erum þar. Að þegar við fylgjum Drottni. Og erum þar sem hann er. Og verðum áfram þar sem hann er. Það verður okkar gæfu braut. Því þarna er okkur ætlað að vera eins og vorum að tala um og þegar hver veit þetta ekki, það sem var það kemur aldrei aftur. Ég vildi að það kemur aftur. Það er ekkert bannað að vera með þessa hugsun, en það kemur aldrei aftur. Það sem eitt sinn var svo gott, svo fyrir utan það, ef þú skoðar það betur, þá var það ekkert alltaf svo gott. Við tökum bjálkan úr augun okkar, hendum honum og við sáum alltaf flísa þarna í einhverjum annað. Nú getum við fara að draga flísina úr auga hans og svo erum við konum með góða sögum henni, það er engin flís þarna. Hvað var ég að bulla? Það er eitt af því sem er reiðjandi hliðar, þetta bull. Þetta snýr allt að einstaklingnum. Engum nema einstaklingnum. Því að einstaklingur er veikleika vafinn. Hver og einn á okkur er veikleika vafinn. En Drottinn er öflugur. Hann segir, ég elska þetta veikleika vafna fólk og ég vil aðstoða og hjálpa því. Í Jesú nafni, en erum við ekki konum með einhvern tíma á þetta. Konráð Rúnar Friðþjófsson kveður og hefur þetta ekki lengra og heldur þessu góða verki Drottins áfram.